Komið sæl, þá það tími 6. Í honum ætlum við að fjalla aðeins frumtölur og frumþáttun og hvernig við notum þetta allt saman. Þetta allt atriði sem við erum búin að fara yfir áður og þið komið örugglega til með að rekast á það nokkrum sinnum núna í 10. bekk. Að atriði sem við erum búin að fara yfir áður, þá ætlum ég að reyna að fara kannski hratt yfir það í myndböndunum. Og ef þið þurfið lengri tíma til þess að rifja þetta upp, þá annaðhvort þurfið við bara að setja pásu á myndböndunum, fara þannig hægar yfir, eða hreinlega flett upp í eldri myndböndum og kennsluheftum. En frumtala sem sagt tala sem er ekki deilanleg með neinum tölum, nema einum og sjálfum sér. Og dæmi frumtölu 3, bara að deila með 1 og 3 í hana. 4 aftur á móti ekki frumtala. Ég vissulega get deilt með 1 og 4, en það eru fleiri tölur sem ganga upp í, eins og til dæmis 2. Sama með 10, ég get auk þess að deila með 1 og 10, það get deilt með 2 og 5, sem gerir það verkum að 10 ekki frumtala. Þetta eru fyrstu frumtölunar, og getið þekkja þær, en þegar við erum að leita eftir því hvort einhver tali sé frumtala eða ekki, þá þurfum við bara að prófa, get ég deilt í þessa tölu með öðrum frumtölum. Hérna til dæmis spurt talan 103 frumtala, og þá þarf ég bara að prófa, get ég deilt með 2, sem frumtalan hér, get ég deilt með 3, ég þarf ekki að prófa fjarkan, get ég deilt með 5, get ég deilt með 7 og svo framvegis. En hversu lengi þarf ég að prófa þetta? Reglan sem við lærðum í 8. bekk er þessi, að við byrjum að finna ferningsrót af 103 og prófum allar frumtölur upp að því. Þannig í slaginn í vasareiknin og fæ að ferningsrótin 10,1 sem þýðir að ég þarf að prófa að deila með öllum frumtölum upp að 10. Ég þarf að prófa að deila með 2, 3, 5 og 7. Ef að enginn af þeim gengur upp í 103, þá getur ég stoppað og sagt, ok, 103 er frumtala. En ef einhver af þessum tölum gengur upp í, þá getur ég líka stoppað og sagt, nei, 103 er ekki frumtala. En engar af þessara talna gengur upp í 103 og þess vegna er 103 frumtala. Frumþáttun, þá reyni ég að skrifa einhverja tölu sem margfeldi af frumtölum. Þetta er svona eins og að brjóta töluna niður. Ég byrjaði að skrifa 2 sinnum 14, það 28, en ég má ekki stoppa hér vegna þess að talan 14 er ekki frumtala. Þannig að þó að ég sé búin að þátta þetta og skrifa sem margfeldi, þá er ég ekki búin að frumþátta. En ég þarf að halda áfram. Hvað er 14? Það er ekkert annað en 2 sinnum 7. Og passa ykkur þegar þið haldið áfram með töluna að ekki gleyma þessum tvisti sem var komin hérna upp að. Hann þarf að sjálfsögða að fylgja með hérna líka. En þá er ég búin að frumþátta töluna 28, það er sem 2 sinnum 2 sinnum 7. Og það er ágætt að prófa bara alltaf í lokin, að slá þetta hérna svar ykkar inn í vasareikni. Og ef þetta gefur ykkur töluna sem við byrjuðum með, þá er þið með rétt svar. Hér er bara annað dæmi, fyrst 2 sinnum 12, svo held ég áfram með 12, 2 sinnum 6, og enn og aftur þarf ég að halda áfram með 6, og þá er ég loksins komin með frumtölur. Og þetta, eins og ég sagði upphaf, er eitthvað sem þið ættið að kunna, en ég ætla þá aðeins að hægja á mér hérna og tala frumþáttun og mengi. Hér erum við 2 tölur, annars vegar 18 og hins vegar 66. Ég ætla að frumþátta þessar 2 tölur og setja í mengi. Og ég frumþátta þær bara áðan, eins og ég gerði á glærinu undan, að enda með þetta hér. Og ef við rifjum upp hvernig við setjum í mengi, þá skoðum við fyrst hvað er eins, eða hvaða þættir eru eins í efri og neðri tölunni. Það er þarna tvistur á báðum stöðum og þess vegna kemur hann inn í miðjuna á menginu. Og svo þristur á báðum stöðum, þá kemur hann líka í miðjuna. Og svo kemur auka þristur hér og auka 11 hérna. Þannig að ef ég skoða mengi fyrir 18, þá er ég með 3, 3 og 2, sem er það sem 18 er samansett úr. Og ef ég skoða mengi fyrir 66, þá er ég með 2, 3 og 11, sem er hérna. Og hvað græði ég svo á þessu? Það er nefnilega bara heilmargt sem við græðum og komum til með að vinna svolítið með það núna í 10. bekk. Bæði í tengslu við tölur og líka í algebru. Nú, sammengið, sem er sem sagt allar tölurnar sem koma fyrir á mengjamyndinni, 3, 2, 3 og 11,
ef ég margfalda saman þessar tölur þá fæ ég upp hver er minnsta talan sem bæði 18 og 66 gengur upp í. Talan 198 sem margfalda af þessum tölum hér, það er semst minnsta talan sem ég get bæði deilt með 18 í og deilt með 66 í. Annað sem mengi sýnir okkur er það sem kallast stærsti sameiginlegi deilir. Hver er semst hæsta talan sem ég get notað til að deila bæði í 18 og 66? Og það eru margföld af því sem er í sniðmenginu, sem er 2 og 3. Þessi tilvik er 6. Og ég ætla að taka með ykkur núna 2 dæmi þar sem við erum að fara að notfæra okkur þessa þekkingu einmitt. Og byrjum að reikna 1/18 pluss 5 60/70. Og hér ætla ég að segja, passið ykkur, ekki slá þetta bara inn í vasareiknin. Af því að nú í 10. bekk farið að vinna með svona algebrudæmi, þó það sé ekki í þessum kafla. Þannig að þessa aðferð þurfum við að læra. Með því að byrja að þátta og setja í mengi, þá get ég fundið minnsta sameiginlega nefnara fyrir þessi 2 brot. Ég gæti vissilega fengið samnefnara ef ég lengi fyrra brotið með 66 og lengi síðan seinna brotið með 18. En gallinn við þá aðferð er að þá fæ ég rosalega háar tölur til að vinna með. Þannig ég vil reyna að lengja þessi brot eins lítið og hægt er. Það er að segja að finna minnsta samnefnara. Og þetta er þessi tölurnar sem ég var með í glærinu á undan. Þannig ég er búinn að komast að því að minnsti samnefnari er 198. Og ég þarf heldur ekki að giska núna 18 sinnum hvað er jafnt á 198 eða 66 sinnum hvað er jafnt á 198. Ég skoða bara mengjamyndina. Og myndin segir mér að annað brotið þarf ég að lengja með 3 og hitt brotið þarf ég að lengja með 11. Sem sagt tölunum sem eru sikkvora megin við sniðmengið sem var hann í miðjunni. Og væntanlega er það þannig að ég hlýt að þurfa að lengja brotið sem inniheldur minni nefnarann með stærri tölunni til að fá sömu tölu í lokin. En þessi mengjamynd hún hjálpar mér að því leyti að ég sé að annað brotið lengi með 11, hitt með 3 og þá fæ ég út sama nefnari hérna og get lagt saman þessi 2 brot. Þið fáið svona dæmi í bókinni, en líka dæmi í líkingu við þetta hér. Styttið 18 60/70. Sem sagt, hver er hæsta talan sem gengur bæði við 18 og 66? Með hvaða tölu á ég að stytta? Ef þið þáttið 18 og 66 og setjið í svona mengi, þá get ég notfært mér sniðmengið í miðjunni. Og margföld af tölunum þar er sem sagt það sem kallast stærsti samdeilir. Stærsta tala sem gengur upp í 18 og 66. Þannig að núna ef ég ætla að stytta brotið 18 60/70 og þá stytti ég með 6 og þá fæ ég fullstytt brot. Eins og ég sagði áðan, þið komið til með að fá svona dæmi með bókstöfum líka seinna í vetur. Þannig að það er að gera að nota tækifæri núna og æfa sig þegar þetta eru eingöngu tölur. Þá verðum við klár í hinn slaginn þegar hann kemur. En þá er þetta ekki lengra í bili og ég segi bara gangi ykkur vel.